Góðan daginn, ágæta fólk. Við erum að hefja ykkur að ferð sem að við kannski vitum ekki alveg hvernig endar. En að því að við vitum þangan að þá reiknum við með að það endur nú allt saman vel. Og sé þanginn guðlegur að þá leiðir það til góðs eins. Sumir eru þeim megin í lífinu og eru svo sem ekkert að fara að skipta neitt úr því og í eitthvað annað. Þekkja lífið af alls konar en hafa svo loksins fundið það sem er betra og að sjálfsögðu halda þeir sér við það. Og besti kosturinn af öllum góðum kostum, segjum það, er kosturinn að fá að fylgja Jesú. Ekki sjá nú allir neitt sérstakt við þetta og það er eðlilegt. Það er erfitt að meta og vega og meta það sem að maður þekkir ekki. En okkur ber skylda til sem þekkjum að tjá okkur það og segja okkur og öðrum hvað lífið með Kristi sé í raun og veru heilbrigt líf. En heimurinn hann hristir höfuðið yfir svona orðum vegna þess að hann þekkir ekkert nema vitleysun og þvæluna. Þannig að skiptingin er algjör úr svörtu í hvítu og þannig verður þetta áfram. Þetta er ekki gjöf sem ég get gefið þér, heldur er þetta gjöf sem ég fekk gefins og ég er búinn að ganga með þessari gjöf í, hátt í 40 ár og hef því prýðilega reynslu af henni. Og þú sér það eftir öll þessi ár þá maður enn að mæra, ekki sjálfan sig, heldur hann sem gaf mér gjöfina og heitir Jesús og hann lifir, ekki bara í dag og á morgun, hann lifir eilíflega. Hann kom frá eilíðinni, Guð faðir senda til jarðarinnar til að sækja til að mynda mig sem manneskju, sem fæddist inn í þennan heim í raun og veru til þess að deyja, en Kristur sættist ekki við þetta og sem sagt gefur mér sjálfan sig. Og þessi gjöf, hún er endanleg og ég segi sjálfan mig, ég lifi en núna með Jesú. Hann á það inni hjá mér að ég segi frá því hvernig hann virkar í mínu lífi, að hann er að kenna mér góða hlutskiptið sem ég er hins vegar og er að gera ekki til að mynda hér, deila með þér. Tekurðu við því? Ég veit ekkert það og þarf ekkert að vita neitt það, en við deilum því góða, vegna þess að í raun og veru er þetta skylda okkar að deila þessu góða inn í þennan syndum spillta heimi sem að veit ekki hvað er rétt og hvað er rangt. Leitar eftir því að gera þetta sem er rétt en gerur oftar en ekki það sem er rangt. En við aftur á móti erum á betri stað sem að þekkjum Jesú þegar við segjum að Jesús er að gera það sem er rétt. Og hvað segir þetta mér meira? Jú, er ekki betra að fara eftir því sem hann er að segja. Þetta eru skilaboðin sem við erum að senda út til mann og kvenna vegna þess að auðvitað við lífið að allir viti betra hlutskipti. En eins og ég segi, og þetta vitum við allavega þegar við erum komin til trúar, að þessa gjöf getur enginn gefið nema Jesús. Af hverju hann gaf mér hana? Ég bara veit það ekki. Af hverju gefur hann þetta ekki öllum? Ég bara veit það ekki. Ég veit, hann tínir þennan og hinn úr hópnum og gefur þetta og setur svo aftur inn í hópinn sem þá þetta trúaða fólk
sem á vissan hátt skín af. En oft mætir þetta fólk harðri andstöðu og það skiljanlegt í því ljósi að heimurinn allur byggður upp á illu afli. Og þetta illa afl heitir Satan og ég veit að þú vilt nú ekki heyra þetta. Men þetta raunveruleikinn og það nú eitt af því sem að trúin kennir okkur. Hún kennir okkur að tala hlutina eins og þeir eru og þeir eru svona. Birtingamyndin sett góð og ill vegna þess að það til gott afl og það til illt afl. Og þetta illa afl það ræðst alltaf gegn góða aflinu og gerir allt sem það getur til þess að víkja því til hliðar. En þetta góða afl með Jesú bak við sig ræður í raun og veru öllu. Og þetta góða afl, Kristur, getur breytt allri myndinni á svipstundu og þetta get ég staðfest því að þegar ég frelsaðist og ég sagði við sjálfa mig það til Guð og breyttist allt til hins betra, segi ég, en lífið heldur áfram. Lífið barátta, lífið þetta og hitt og við erum ekki alltaf sátt við það sem að gerast og ekki heldur í okkar eigin ráðni af því að lífið þessi svarthvíta mynd áfram. En munurinn núna og hann sem var mikill vegna þess að núna hef ég þetta val. Ég þekki Jesú, ég vel hann vegna þess að ég get valið hitt ég vil en hann búinn að koma því þannig fyrir að þetta góða hlutskipti mér tamt og mér líkar miklu betur við það heldur en hitt. Ég þekki hitt, ég veit alveg hvað hitt sem sagt heimurinn og lífið í heiminum. Nei takk, ég ekki tilbúin til að fara út í það aftur. Og þá bara eitt ráða, það að halda sér við þann steðja sem maður var settur við og ég að boða þér. Ég að boða þér Jesú Krist sem vill gefa þér þetta sama hlutskipti og hann hefur gefið mér. Og hver í raun og veru vill skipta á þessu sem þekkir betra hlutskiptið? Ég veit það ekki, en ég svo sem veit ekki hvernig menn bregðast við. Ég veit að það getur verið uppundi segir maður ekki erfitt að vera kristinn maður, en ég vil nú reyndar ekkert viðurkenna að það sé erfitt. En það mæðir stundum á og það bara til þess að þroska mann. Og þú sem sagt sérð lífið eins og það að þar bæði gott og vont í boði. Þannig að við höfum í raun og veru engan valkost annan en að bara vera góðum megin í lífinu af því við getum það, en við verðum að velja það. Og ég vel í dag að þjóna Jesú. Eins og ég hef gert alveg frá því að ég gekk inn í hans rann og gekk inn í hans hús 1989. Þannig að það hefur engin breyting orðið á því. En breytingin ef hún ykkur, hún bara að maður miklu ákveðnari í því að halda þessari vegferð áfram heldur maður hefur nokkuð tíma verið. Af hverju? Af því Drottinn hefur fengið að byggja upp trúna mína með þeim hætti að já, maður hefur í raun og veru ekkert val. Og ég alveg stoltur við það að hafa ekkert val annað en það að vera bara það sem Kristur Og ég hef samastað í Kristi og það samfélagið og það kirkjan, það söfnuðurinn. Þannig að hann með allan pakkan. Hann frelsar þig ekki og lætur þig vera eyðiskýr út í ballarhafi sem að líklega myndi gerast ef að samfélagið væri ekki til staðar sem heitir kristið samfélag. Þá væri þú einhvers staðar bara hornreka, einhvers staðar þar þú værir og menn vildu helst ekkert vita neitt af þér. Þetta hlutskipti manna Guðs í heiminum. Því heimurinn fallinn. Og honum ekki vel við fólk sem búið að reisa upp úr þessum fallvalleika öllum og það farið að skína af
og það er farið að tala alltaf aðra tungu en heimurinn þekkir og vill þekkja. Þannig að við höfum þetta allt viðblasandi, annað er hvað við erum að sjá. En að vera trúum manneskja er ákvörðun hins trúaða frá degi til dags. Ég ákveð að vera trúað manneski í dag og ákvörðunin stendur vegna þess að þetta er eitthvað sem ég vill sjálfur. Og svo hefur Drottinn fengið að byggja undir þessa ákvörðun að henni verður ekki taka. Þú sér að ég er búinn að vera við þetta síðan 1989 eins og ég hef oft sagt og er ekki að fara neitt. Af hverju? Eitthvað hlýtur maður að sjá við þetta sem að manni finnst ástæða til þess að já, berjast fyrir þess vegna. Maður þurft að berjast fyrir þessu. Maður hefur allavega þurft að hafa fyrir þessu nokkuð. Og maður hefur leyft sér bara að hafa fyrir þessu vegna þess að þetta er það, hvort er það besta sem maður á. Og þú sem þekkir Jesús, þú ert alveg á sama máli og já, þessi einstaklingur. Og þú eins og þessi einstaklingur hefur fundið samfélag. Ég segi nú að Drottinn dróði inn í þetta samfélag eða hitt samfélagi. Vegna þess að þar eru þínir líkar. Sem sagt að þú ert með samfélagið og þú ert því ekki þetta eyðisker sem að alla líkur væri á að þú værir í ef ekkert væri samfélagið. Heimurinn bara, já, hann í raun og veru vill ekki hafa þig nálægt sér. Þannig bara er það. Vegna þess að þessi aðskilnaður varð, og veistu hvað hann varð? Hann skeiði með þessum tveimur manneskjum sem að komu, fyrst Adams og Eva, og þá var þessi aðskilnaður. Og þar á einu stað við tré sem við þekkjum var þessi illska og hún talar og hún sannfærir marga og sannfærði þau. Eftir því sem að þessi illska talaði og hvernig hún lýsti þessu þá horfðu hvort og annað og þetta er ekkert mál, við bara gerum þetta. En vissu ekki á þeirri stundu og því andartaki að núna með þessari ákvörðun myndi allt vera gerbreytt. En Guð, Faðir, algóður Guð, stoppaði ekki við þetta. Þetta er komið lausn sem heitir Jesús. En núna kynnast allir Guði með því að kynnast Jesú. Þess að ég þekki Guð, Faðir, í gegnum minn Jesús. Og hann segir mér ýmislegt. Hann segir mér ýmislegt til að mynda eilíðina. Hann segir mér það að þangað stefni ég fyrir þetta nafn Jesús. Og eilíð er eitthvað sem okkur finnst nú áhugavert. Og það veit maður og fullyrðir í dag að það er enginn fæddur til þess að deyja. Allir eru í raun og veru fæddir til þess að lifa eilíflega, en vegna þess að syndin komst að gegnum þessar manneskjur, þessar tvær manneskjur, að þá er það bara endanlegt svar. Ég fæðist og fjæðist inn í þessa synd, en ég mæti Jesús og hann tekur syndina af mér og bendir mér og segir mér, Konráð, þú ert á leiðinni til heimis. Hver er minn partur í þessu? Það sjá það náttúrulega allir að hann er enginn. En samt eitthvað sem að ég á og mér var gefið og ég ætla að eiga áfram. Ég get alveg valið það eins og þú getur valið það. En ég gef ekki trú, hef ekkert vald til þess að gefa trú, en ég hef aftur á móti alltaf vald til þess að boða trú. Og það er ég mitt að gera hér. Og það er verið að boða trú út allan heim í þessum töluðum orðum.
Þannig að í raun og veru hefur enginn þá afsökun að hann hafi aldrei heyrt neitt Jesú. Annað síðan hvað hann gerir og hvort hann taki boðskapnum eða ekki. Þess að sem tekur við honum, mun eignast þessa gjöf sem að við eigum, sem erum á leiðinni til lífsins. Þannig að þetta er göfugur boðskapur. Hann er ekki að þakka neinu nema Jesú og Guði Faðir sem gaf okkur Jesú. Hann fæddist bara eins og ég og þú að koma í gegnum skaut konu. Þannig að hann kom í heiminn eins og hver annar maður og lifði í heiminum eins og hver annar maður vegna þess að vera bara manneskja. Þannig var það, hann bara var manneskja. En frá Guði sendur sem sett hann í 100% hlutskipti mannsins og hann sá því alveg hvað þetta getur verið erfitt að fylgja Jesú, segjum það, þó hann vegna þess að það er svo margt í manninu sem er að kefja þetta, toga þetta og teygja þetta. Þetta er þessi veikleiki sem að býr í hverri mannesku og veikleiki sem að enginn getur nokkuð tímann hafnað. Þetta er bara raunveruleikin sem að blasir við. En þetta er von og þú hrópar þetta nafni yfir þig, Jesú, og hann gefur þig kraft til þess að halda vegferðin áfram með sér, myndu það með sér. Þú gerir það og lærir auðvitað meira inn á það hvað hann er að vill að þú gerir og hann blínir alltaf með þig á orðið. Læriðu upp úr orðinu, segir hann. Og þú lærir upp úr orðinu og í kjölfarið af þeim lærdómi þá ferðu að horfa til safnaðana. Og þú vilt koma þér inn í söfnu. Það er bara þannig með þetta kristna fólk að við viljum koma okkur inn í söfnu. Við verðum að vera einhvers stað. Við verðum að eiga einhvern samastað og heimili mitt er söfnuður minn sem ég er í dag. Ég man eftir því að það kom mjög sterkt til mín, hún var svona ekki alveg búin að ákveða hvernig maður vildi gera þetta, að ég er að vera í söfnuði. Ég segi við þig, þú verður að vera í einhvern söfnuði. Þú ræður þetta sjálfur í hvað söfnuð þú ferð, en þú verður að vera í einhvern söfnuði ef þú vilt ekki enda sem eitthvað eyðiskerið út í ballarhaf og það myndu gera ef þú finnur enga söfnuð og líkar ekki við nokkurn söfnuð. Þannig að við verðum að auðvitað láta okkur líka það sem að drottin er að færa upp í hendurnar á okkur. Því að það sem drottin gerir og orðið kennir og við trúum að hann er að gera okkur gott með þessu. Hann veit alveg hvað hann er að gera. Og það er mjög auðvelt að skilja það í því ljósi að hann skóp mig. Það er bara ekkert flóknar heldur en þetta. En ég sem sagt hef þetta val að vera eða fara. Þið sjáu það í þessu ljósi sem við vorum að tala hér á undan, að fátt væri nú heimskulegra og ömurlegra en bara fara hvert. Út í þennan heim sem að veit ekki hvor er hægri hönd eða vinstri hönd. Það er ekki engin glóra í því. En við sem að þekkjum Jesú eigum þetta haldreipi sem aldrei fer frá okkur. Það kemur til okkar, það er gjöfin okkar og við vitum þessa gjöf að hún er eitthvað sem við þurfum að eiga, varðveita og við varðveitum þetta og höldum í þetta vegna þess að drottin gefur okkur kraft til þess að gera þessi verk. Sem sagt, hann gefur okkur viskuna til að sjá og skilja að þetta er eina leiðin. Það er að halda áfram að ganga með Jesú. Þannig við sjáum að boðskapurinn er mjög einfaldur. En ég náttúrulega þarf að velja þetta. Þú getur ekkert valið þetta fyrir mig. Ég þarf að velja þetta sjálfur, taka ákvörðun þetta sjálfur. Og að því að maður þekkir þetta góðu einu, þá verður þessi ákvörðun mjög töf. Og það verður ekkert neitt
engin togstreita þannig séð að fara þessa leið. Þannig að svona strangt til tekið þá erum við nú ekkert að fara neitt. Ég held að það sé bara hið besta mál. En eins og við vorum líka að tala og þetta væri vita náttúrulega allir menn að það getur reynt á okkur og fram og tilbaka og til hægri og til vinstri og við kannski fundið sumt vera ósanngjarnt. Já, hvað er svo sem sanngjarnt og hvað er ósanngjarnt? Ég veit það ekki. Þetta er svona mikið bara mín afstaða þessi mál, hvernig ég lít á þetta. En þetta er allavega eitthvað sem við erum að glíma við og þurfum ofta að glíma við, en höldum samt strikinu vegna þess að þetta sem við eigum, þessi vegferð, ef við horfum tilbaka þá sjáum við að hún hefur bara verið nokkuð góð. Jú, það hafa að koma brekkur og hvað með það? Svona heldur þetta bara áfram og svo þekkjum við söguna, við þekkjum vegferðina. Við vitum að hún er búin sléttlendi og svo brekku. Hvar erum við núna? Erum við á sléttlendi eða erum við í miðri brekku og svolítið þreytt kannski? Það getur alveg verið. Hvað ætlum við að gera? Snúa við? Það er engin leið tilbaka. Þú verður að halda áfram. En brekkan, hún gefur þér mikla og öfluga reynslu sem að þú munt ekki sjá eftir að hafa fengið. Og þannig byggir Drottinn undir þessa trúargöngu þína og gerir þig æ staðfastari það að halda þig áfram. Svo lengi sem þú lifir þarftu að þjóna Guði. Og svo þegar dagar þínir eru taldir, það kemur að því og öllum mönnum, þá líka kveður þetta líf með Jesú nafn og örum. Þannig að það er engin vafi það hvert þú ferð og hvar þú endar. Og þetta er það sem við viljum. Við viljum vita hvar við endum. Maður sem ekki á heilagan anda í sér, hann veit ekkert hvar hann endar. Og hann náttúrulega berst fyrir sínu lífi, eðlilega, þegar það er eitthvað í manninu sem bara vill að hann lifi. Ég er að segja þér, þú átt Jesú og þú lifir. En þó þú eigir Jesús, þá getur allt hent þig eins og hvern annan mann. Þú getur þurft að glíma við veikindi og sjúkdóma og allt sem hann það, eins og allir menn. En þú ert samt, þrátt fyrir þetta, á leiðinni til lífsins, því að þegar þú sofnar þínu síðasta svefni, þá tekur við það sem að þú valdir, því að þú, já, þetta er eitt af því sem trúin kennir, þú verður áfram til. En hvar? Tvo staði er að velja. Annar er Jesú, hinn er það ekki. Og þess vegna boðum við alltaf Jesú. Hann er nafnið sem okkur var gefið til eilífs lífs. Við höfum ekkert annað nafn en nafnið Jesú. Við sjáum aftur að þessi einfaldi boðskapur, hann þarf að heyrast og hann þarf að berast og hann þarf að bera og það er mitt hlutverk, og þú segir þetta með mér, það er mitt hlutverk að koma hann til skila. Er ég að því? Já, ég er að því núna, já. Ert þú að því? Já, þú verður að svara því. Ég veit ekkert það og þarf ekkert að vita það. En ég veit að það býr eitthvað í hjarta þínu, hver þú ert, að segja frá. Sannleikanum. Ekki hverju sem er, þetta er sannleikanum. Og núna beinum við öllu okkar að orði Guðs. Það er sannleikur. Þaðan þykjum við allan lærdóm sem við eigum í Jesú nafni. Og ekki bara ég og þess og hinn, heldur allir sem eiga þetta nafn á vörum og í hjarta sínu sækja í orðið. Og orðið, nafni til, að öllu leyti er að fræða okkur. Við tökum ekki við neinni annarri fræðslu en henni sem orðið er að gefa okkur. Heimurinn skilur ekki til þessu, hvers vegna við segjum svona, en það eru við ekkert lengur af þessum heimi. Heimurinn er á allt öðrum stað heldur en við þetta Guðs fólk og verður áfram á allt öðrum stað. Það er, heimurinn er fullur á áhyggjum. Hann veit ekkert hvað framtíðin byrja skautið sér og það veit það svo sem enginn. En við sem eigum Jesú segjum framtíðin verður björt. Og við horfum tilbaka, hún hefur verið björt
fram til þessa andartags og akkur ættum ekki að halda áfram að vera björn undir þessu nafni Jesú og þannig verður það. Þannig að við eigum alltaf þessa von. Þannig að við gefumst ekkert upp. En það getur alls konar gengið á hjá okkur að því við erum bara veiklunda fólk og alls konar hugsanir koma upp. Við verðum fyrir vonbrigðum með þennan og hinn og þess og hinna og allt saman það. En samt ekki þannig vonbrigðum að við kostum þessu öllu frá okkur. Það getur vel verið að einhverju geri það, ég þekki svo sem ekki viðbrögð allra. En það náttúrulega það rangasta sem til er. Þá trúvænin minn að hengja bakara fyrir smið. Þannig að svo sem við oft gert, en ekki það sem við viljum gera. Við viljum bara vera með sannleikann og vopni og heiðra hann sem heiður ber. Hann heitir Jesús. Það er alveg sama hvernig við lítum á þetta, hvernig við horfum á þetta, við drögum alltaf hring utan nafnið Jesús. Og þetta nafn var okkur gefið og þetta nafn er það sem við heiðrum og hyllum og viljum vera undir. Það er þetta afl sem Jesús er, sem við hrífustum af. Þetta er afl sem leiðir okkur réttan veg sannleikans. Hvað er sannleikur? Spurði Pílatus. Og margir í dag spyrja sig hvað er sannleikur. En ég segi, og það er mjög einfalt að segja svona, Jesús er sannleikur. Já, þetta er allt saman mjög einfalt. En vegna þess að við erum fallið fólk, fallnar manneskjur, þá erum við aldeilis ekki að taka við þessum einfalda boðskap. Og við búum okkur til einhvern sannleika sem er ekki sannleikur, því að sannleikurinn hefur verið sagður og hann er bara þessi. Sem við getum auðvitað búið eitthvað til en fellir ekki sannleikann koll, hann rís alltaf upp sem sannleikur sem þú munt þurfa að viðurkenna já fyrr en seinna. Viðurkenndan bara núna. Víst er Jesús upprisinn, segðu það bara. Það er mikil gjöf að geta sagt þetta því að þú getur alveg staðið við þetta. Þetta er raunveruleikinn. Jesús er upprisinn og hann er núna. Já, hann blasir við inn í kirkju Guðs. Hann blasir við inn í þessum söfnuðum sem að Drottinn hefur sett á laggirnar og þeir eru víða og allmargir enda. Þannig hann á marga. Já, hann á marga hér á Íslandi og hann á marga í öllum þessum löndum. En hvað þú? Ert þú með? Eða þér slett sama það hvað verður? Þetta er ekkert slett sama það. En ég að segja það að lífið með Jesús leiðir til eilífs lífs á himnum og við vorum að tala það áðan að þú sem sagt heldur áfram að vera til og það gerir málið mjög alvarlega. Þú sofnar síðasta svefni og ferðu ofan í gröfina, við vitum allt það. En þú ert meira en þetta. Og það er þetta sem við erum að tala að þú ert meira en líkaminn. Þú ert andlegur partur, hinn raunverulegi þú ferð eitthvað. Ég að segja hagaðu málum þannig að Jesús taki við þér. Það vill það, það þráir það, en gefur þér valmöguleikann á að þiggja hann eða hafna hann. Einhverjir missa vitið og fleygja Kristi út eftir að þeir hafa gengið með hann og jafnvel í áratugi. Þannig að það er ekki nokkulega að reikna viðbrögð manna út. En ég segi, ekki þú enda þar. Og boðskapurinn er því alltaf þessi, leyfum Drottni að vera Guð í okkar lífi og við skulum bara vera þetta veiklundaða fólk sem að þurfum á Krist og styrk hans að halda í Jesú nafni. Amen.